Hjörtur heiti ég, Sigurðsson, og ég hafnarvörður hér á Patreksfirði. Hérna er sem sagt starfsstöð hafnarvarðar, hérna skrái ég afla og vigta afla og afurðir og annað sem frá húsunum kemur. Þannig að þú veist sirka bát þyngd á öllum bílum og lyfturum hérna? Já, ég þekki það svona nokkurn veginn. Og svo mín sem bara frá? Já, og svo jafnvel ökumannanna líka. Já, ég búinn að vera viðloðandi allar hátíðir nema eina. Ég hef bara haft ekki kost á því vegna þess að það var að ferma hjá mér, annars hefði ég hérna verið þar líka. Og ég hef verið þar á vegum Lionsklúbbsins. Og þið sjáuð bíóið, reksturinn af því? Já, við höfum gert það. Við endurreistum bíóið hérna fyrir nokkrum árum og fljótlega eftir það þá kom þessi hugmynd upp heimildamyndahátíð og það hefur verið svona, já, stigvaxandi í kringum það og ekkert nema bara skemmtilegt. Flest allir þessir aðilar sem að koma með myndir, já, þeir lofsama þetta og vilja helst að allt sé óbreytt þarna innandyra, þannig að þeim finnst einhver sjarmi yfir húsinu eins og það er. En þetta þá allt sjálfboðalega hjá ykkur í Lionsklúbbnum til þess að viðhalda húsinu og halda bíórekstri gangandi? Já, þetta er það, já. Halda uppi þessari menningu, bíómenningu og hérna við höfum náttúrulega smá afrakstur fyrir klúbbinn og það sé kannski ekki stórt með við vinnuframlag en við höfum gaman að þessu og hérna það er yfirleitt, menn er yfirleitt tilbúin til þess að vinna þegar þarf á því að halda. Já, Já, þetta var náttúrulega. Þetta er náttúrulega erfitt, þetta er tvískipt og yfir fjall að fara. Já. Það er hvorki það er hvorki hérna almennilegt bílafæri eða snjósleðafæri. Þetta er búið að vera ógeðslegt tíðafæri í vetur. Já. Já. Upp á það að gera, það er annað bílur eða snjóir eða rigning. Þetta er sérstakt. Það er ekki svo lengi, sko. Já. Óskarinn. Já. Og svo reykið þið náttúrulega sjoppuna yfir hátíðina sjálfu? Já, við reykum sjoppuna, sko. Og sjáum til þess að allir fá eitthvað gott í gogginn, sko. Poppið náttúrulega sem er ómissandi hluti af bíó. Það náttúrulega verður að vera, ef það ekki popp og sigur þá náttúrulega heldur fólk ekki út heilu daginn í bíó. Nei, ekki heilu dagi annars, sko, í bíói, sko. Sjálfsögðu, kátur og þessir.